Komið þið sæl. Ég vil bjóða okkur velkomin á 184. fundi sveitarstjórn Dalabyggðar sem haldinn hér í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Áður en göngum til auglýstrar dagskrár eða formlegrar dagskrár þá eru hér 3 mál sem mig langar að bæta á dagskrá. Ég legg til að vera bætt á dagskrá. Það fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar sem verður þó dagskrárliður 25. Fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar sem verður dagskrárliður 26 og gjaldskrá sorpurðunar Vesturlands mál til kynningar sem verður dagskrárliður 33. Aðrir dagskrárliðir færast til í samræmi einhverjir sem vilja ræða þessa breytingu. Það sem eru samþykkir þessari breytingu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá göngum við til formlegrar dagskrár. Það mál nummer 1, það kosning í nefndir samkvæmt A-hluta, en Eva Sigurðardóttir, aðalmaður í fræðslunefnd, hefur látið að setu sem aðalfulltrúi í nefndinni. Og ég ætla að gera hér að tillögu minni að Heiðrún Sandra Grettisdóttir verði skipuð aðalmaður í nefndinni í hennar stað. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu sérstaklega. Þess sem eru samþykkið þeirri tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá mál nummer 2, það eru gjaldskrár fyrir árið 2020. Einhverju sem vilja ræða það? Kristján. Háttvirtir sveitarstjórnarmenn, vildi bara rétt gera grein fyrir forsetum gjaldskrár. Það kemur reyndar fram í fundargerð byggðarráðs sem fjallaði gjaldskrár og gerir tillögur þessar gjaldskrár. Reyndar líka geta þess að það eru nokkrar gjaldskrár sem ekki eru tilbúnar núna en verða þá væntanlega bara afgreiddar eftir áramót, taka þá kannski gildi aðeins síðar. Það eru gjaldskrár vegna íþróttamiðstöðvar á Laugum, hundahalds og slökkviliðsins. Þetta eru gjaldskrár sem þurfa svona, eftir að vinna meira í. Aðrar gjaldskrár sem hér eru lagðar fram eru gjaldskrá hirðingu, eyðingu og móttöku sorps, gjaldskrá fyrir hafnir, gjaldskrá félagsheimila, gjaldskrá fyrir Silfurtún, gjaldskrá Auðarskóla, gjaldskrá Vatnsveitu og gjaldskrá Fráveitu. Og þessar gjaldskrár hækka allar 2,5%, nema að gjaldskrá eyðingu og hirðingu sorps, og það uppbygging hennar breytist örlítið, þannig að það lækkun hjá ákveðnum aðilum, hækkun hjá öðrum. Vegna þess að þessi 2,5% þetta í samræmi við yfirlýsingu sem Samband íslenskra sveitarfélaga gaf í tengslum við lífskjarasamningana síðastliðið vor, og til þess að halda því að fasteignamat hækkar, og það eru ákveðin gjöld sem eru tengd fasteignamati, þess að vatnsgjald og holræsagjald, til þess að þau gjöld haldist innan þessar 2,5% lækkunar, þá álagningarprósenta þessara gjalda lækkuð. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Anna Berglind. Fundarstjóri og aðrir fundargestir. Gjaldskrá á nokkru liðum í Dalabyggð hér til umræðu og ákvörðunar. Það eru 2 hækkanir sem stinga mig hvað mest, og það í fyrsta lagi sú hækkun sem orðið hefur á gjaldskrá fyrir byggingarleyfis, framkvæmda, skipulags og þjónustugjöldum í Dalabyggð. Þessi gjaldskrá að hækka núna 2,5%, en frá árinu 2013 hefur orðið 25% hækkun á þessari gjaldskrá. Seinni hækkun sem ég hef ekki góða tilfinningu fyrir gjaldskrá fyrir hirðingu, móttöku og eyðingu sorps í Dalabyggð. Þar að verða umtalsverð hækkun á bújörðum sem hafa fleiri en 50 fjár á fóðrum og fleiri en 10 stórgripi.
Við erum að tala hækkun sem nær til tæplega 90 bújarða. Við erum að tala þarna 27% hækkun milli ára í heild á hirðingu sorps og hræja. Þetta mikil hækkun og sérstaklega þar sem við erum að tala heimili þar sem mikil tekjusamdráttur hefur verið undanfarin ár. Ég geri mér fulla grein fyrir því að það kostar að farga úrgangi, en ég spyr mig ofta því hvort ég hafi eitthvað val. Nú ég sjálf bóndi og má ekki lengur grafa mín dýraræ heima fyrir. Ætlunin að setja upp tunnur á hverjum bæ í sveitum landsins jafnvel á 9 ári. Eitthvað mun það kosta, þannig ég hef verulegar áhyggjur á að þessi sorpgjöld eigi eftir að hækka enn meira. Því spyr ég mig einfaldlega, hef ég eitthvað val? Hvað mun það kosta mig að koma mínu sorpi sjálf á sorpstöðvar? Hvað mun það kosta mig að koma mínum hræjum sjálf í hrægám? Ég ekki að segja ég vilji þetta, en mér finnst ég þurfa að geta valið, ekki bara vera skyldaða til að taka upp þennan lífstíl. Eflaust förum við betur með sorpið okkar ef við fáum flokkunartunnur heima á alla bæi. Fólk í dreifbýli samt duglegt að flokka, en við getum alltaf tekið okkur á. Fámennið kallar á mikla samfélagslega ábyrgð og ég röksti það með því að þegar við erum í litlu samfélagi, blöskrar okkur kostnaði við einhvern ákveðin lið og reynum að gera allt til að draga úr honum. Eftir því sem svæði verður stærra og fólksfjölgunin meiri, hættir fólk að spá í þetta og segir bara, sveitarfélagi borgar þetta. En auðvitað eru við í raun og að borga þetta. Það rosalega erfitt að vera á móti sorpumræðum þessar mundir, þar sem allir að reyna að taka sig á, en gleymi því samt ekki að kannski getum við bætt okkur helling og ná niður kostnaði með meiri fræðslu flokkun, breyttu neyslumynstri og jafnvel fleiru. Mér finnst við því sem sveitarstjórn verða að horfa á alla þætti til að draga úr þessum kostnaði, til dæmis eins og að draga úr þjónustu og sækja dýrahræ yfir vetrarmánuðina, þar sem dýr geymast ágætlega í frosti. Ég hef verulegar áhyggjur af því ef gjaldskráin heldur endalaust bara áfram að hækka. Við sem búum í sveitunum höfum ekki efni á því. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég ætla bara aðeins að bæta hérna við það sem Anna Berglind sagði og það sem ég á sæti í stjórn Sorpurðunar Vesturlands sem að Dalabyggð á fulltrúa núna næstu 4 árin. Það náttúrulega umtalsverð hækkun á gjaldskrá Sorpurðunar Vesturlands sem snýr fyrst og fremst að ytra umhverfi. Ég skil mjög vel öll þau sjónarmið sem snúa að bændum og þeirri hækkun. Þetta eitt af þessum málum þar sem við sjálfur sér kannski höfum ekkert val því að þetta sett á að hálfu stjórnvalda. En síðan eru bara almennt handan við hornið mjög miklar breytingar í sorpmálum og það sem við þurfum í raun og veru að gera bara gagnger endurskoðun á því hvaða úrgang við látum frá okkur því að kostnaður við að farga úrgangi hann á bara eftir að hækka á komandi árum. Og það er verkefni framundan. Eitt af því sem snýr að hækkun og gjaldskrá Sorpurðunar Vesturlands snýr að því að þar fara fjárfestingar eins og kemur fram í bréfi sem hér lagt fram til kynningar síðar á fundinum. Það þarf að kaupa nýjan tróðara til þess að tróða sorp. Við megum strangt til tekið í fíflholtum ekki urða dýrahræin og þess vegna þurfum að horfa til þess að kaupa þar brennsluofn. Og fleiri svona liðir. Ég sjálfur er á þeirri skoðun að við þurfum að komast í gegnum þennan brimskafl hjá Sorpurðunar Vesturlands þannig að við höfum þá kannski þar valkost fyrir sveitarfélögin sem eiga Sorpurðunar Vesturlands sem verður ódýrari heldur en sá valkostur sem sumir eru að horfa til og það að flytja sorpið úr landi til brennslu annars staðar. Sá kostnaður áætlaður talsvert mikið hærri heldur en kostnaðurinn sem hann í dag. Ég held að það bara ekki framtíðarlausn að flytja sorp úr landi. Það er bara mín skoðun. En
Ég hef lokið máli mínu varðandi þetta en eru einhverju fleiri sem vilja taka til máls undir gjaldskrá? En þá skulum við bara ganga til afgreiðslu á gjaldskrá. Við þurfum að taka hverju eina gjaldskrá fyrir. Þeir sem eru samþykkir gjaldskrá fyrir hirðingu, eyðingu og móttöku sorps í Dalabyggð gefið merki. Hún er samþykkt. Einhverjur á móti? Það er einn á móti. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum. Gjaldskrá fyrir hafnir Dalabyggðar. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá félagsheimila. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá fyrir Silfurtún. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá Auðaskóla. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá Vatnsveitu. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Gjaldskrá Fráveitu. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og eins og Kristján kom inn á hér áðan þá eru nokkra gjaldskrár sem að verða afgreiddar á fundi sveitarstjórnar í janúar. En þá er næsta mál á dagskrá, það er síðar umræðan fjárhagsáætlun 2020-2023. Einhverjir sem vilja taka til máls þar? Kristján? Oddviti, stjórnarfulltrúar, það eru bara svona rétt gera grein fyrir breytingum. Það eru svo sem ekki neina stórvægilega breytingar sem hafa orðið á tillögunni frá því að var lagð fram til fyrstu umræðu. Það eru hækkun á kostnaði á vegna Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Sá kostnaður tvöfaldaðist, verður tæp 1 milljón og það vegna breytinga á gjaldskrá eða þar sé rekstrarkostnaði Heilbrigðiseftirlitsins. Lækkun á tekjum byggðasafnsins rétt tæplega 500.000 vegna þess að það er ekki gert ráð fyrir aðgangseyri á safninu næsta sumar. Það er trúlega verið að gera ráð fyrir því að það verði ekki opið. Og það er breytir ekki upphæðum en það er framsetning að byggðarsamlagið sem slökkviliðið færist úr A-hluta í B-hluta bara frá framsetningu á tillögunni. Það eru breytingar sem að verða varðandi fjárhagskostnað vegna þeirra ákvörðun sem var tekin á síðasta fundi skuld Silfurtúns við aðalsjóð. Og síðan lækkun reyndar ekki, það var inni en við gerum ekki grein fyrir því að lækkun á kostnaði vegna þess að við erum að gera ráð fyrir því að hætta að senda álagningar og greiðsluseðla út af pappír að mestu. Fjárfestingarnar breytast ekki eða lítið hvað varðar heildarupphæð en það breytist aðeins á milli liða og vegna þess að það var við nánari skoðun á áætlun þá kom ljós að það var ákveðnir liðir sem voru aðeins dýrari og aðrir sem voru ódýrari. Síðan eru hækkanir sem voru ákveðið, þetta sem var á fyrri fundi byggðarráðs sem var 28. nóvember, síðan var byggðarráð með annan fund núna 7. desember. Þá var ákveðið að leggja til 2 milljón króna hækkun sem er vegna jafnlaunavottunar. Hækkun á kostnaði eða möguleikum sem að sveitarstjórn hefur til þess að kaupa ýmsa ráðgjafavinnu. Það eru 500.000. Hækku það í 300.000, 300.000. Kostnaður vegna kynningamála hækkaður 500.000 til að geta til dæmis, ef það kemur til skoðunar átt möguleika að fara inn í eða taka þátt í sjónvarpsþáttum og síðan er reyndar hækkun í fjárfestingum með 1 milljón króna vegna þess að svo við munum það var gert ráð fyrir 3 milljónum í undirbúningsvinnu vegna íþróttamannvirkja
Nei, fyrir ekki 2, en það verður sem sagt 3 milljónir. Og svo vil ég líka geta þess að þar voru og óbreytt 1,5 milljón sem sagt vegna skipulagsmála sem að líka að mestu leyti hugsuð varðandi að skoða þessi íþróttamannvirki. Nú annars það þannig að og eins og kemur fram í greinargerð sem fylgir að rekstrarniðurstaða A og B hluta jákvæð 21,6 milljón. En ef bara A hlutin tekin þá rekstrarniðurstaðan jákvæð tæpar 37 milljónir. Heildareignir sveitarfélagsins bæði A og B hluta áætlaðar 1,4 milljarður í árslok 2020. Skuldir og skuldbindingar áætlaðar 659 milljónir og eigið fé 804 milljónir. Áætlað veltifé frá rekstri A hluta 60 milljónir, 7%, og frá A og B hluta samtals 67 milljónir eða 6,3% af heildartekjum. Áætlaðar fjárfestingar 12,7 milljónir og veltufé frá rekstri á svipuðum nótum og í fyrra, en það svona það sé framleiðin, hún sem sagt 6,3%, hún var rétt tæp 6% í fyrra. Og það gert ráð fyrir því að handbært fé í árslok verði 112 milljónir. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar. Ágætu fundarmenn. Kannski bara byrja á því að þakka fyrir alla þessa vinnu sem hefur farið í fjárhagsáætlunina. Þetta náttúrulega stærsta plaggið okkar á hverju ári og eins og við sýnt sig á þessu ári að við erum náttúrulega mjög bundin að öllu sem við samþykkjum í þessari fjárhagsáætlun og það var náttúrulega gríðarlega mikilvægt að takist vel til og ég bara mjög sáttur við allt sem ég hef kynnt mér í þessu. Maður finnst kannski aðeins svekkjandi að það þurfa að fara að setja einhverja peninga í viðhald á fasteignum inn á Laugum. Maður vonar náttúrulega bara að þetta seljist hratt og vel. Og ég vil fagna því sérstaklega þessar 3 milljónir sem á að setja í undirbúning vegna íþróttamiðstöðvar og kannski vekja athygli á því að 2021 til 2023 gert ráð fyrir lántökum til þess að fara á stað í þetta verkefni. Ég sendi tölvupóst inn til byggðarráðs með nokkrum punktum inn í þessa vinnu hjá þeim og ég kannski sakna þess undir liðnum í greinargerðinni, undir liðnum annað, að það ekki að vinna því að selja fleiri eignir á næsta ári. En það kannski kemur til, það meðal annars með leyfi ótið að það sagt að eitt liðurinn þar að farið verður yfir hvernig eignarhald á félagsheimilum skilgreint, en það forsenda þess að eignirnar verði mögulega leigðar út eða seldar. Ég hef haldið að það verði tiltölulega fljótlegt verkefni að komast að því hvernig eignarhaldi liggur á þessum félagsheimilum. Ég hefði viljað sjá að við myndum einfaldlega bara vinna að því að annarkvort að selja eða leigja öll félagsheimilin sem við eigum og ekkert að undanskilja neitt í því. En ég með 2 tillögur sem ég langar að leggja fyrir fundinn og fyrri tillagan þannig: sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að unnið verði að því að selja eða bjóða út rekstur allra félagsheimila í eigu sveitarfélagsins eftir að eignarhald á þeim hefur verið skilgreint. Og seinni tillagan: sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að jörðin Sælingsdalstunga verði sett á sölu. Takk fyrir. Áður við tökum þessar tillögur til afgreiðslu þá ætla ég að halda
þarna umræðum áfram opnum fyrir fjárhagsáætlun, fleiri sem vilja taka til máls þar. Þú taka máls, Kristinn? Nei. Þá þarna tökum við þá fyrst fyrir tillögu Einars Jóns að sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að unnið verði að því að selja eða bjóða út rekstur allra félagsheimila í eigu sveitarfélags eftir að eignarhald á þeim hefur verið skilgreint. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Anna? Fundarstjóri og aðrir fundargestir. Já, ég ætla bara að sitja hjá varðandi þetta því að ég er bara ekkert búin að mynda við skoðun það hvort að ég vilji selja öll þessi félagsheimili eða ekki. Þannig að mér finnst ekki tímabært að ræða þetta, en ég mun allavega að sitja hjá. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnheiður? Oddviti og aðrir fundarmenn. Hvort ég vilji selja þessi félagsheimili? Ég vil fá aðeins tíma til að skoða það betur áður en ég ákveð mig. Ég sit hjá bara líka núna. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Sigríður? Oddviti, fundarmenn. Ég verði að vera sammála Önnu og Ragnheiði að mér finnst þurfa að skoða þetta fyrst. Ég hef ekkert á móti því að skoða hvort það verði selt eða leigt og mér finnst það bara mjög áhugavert en að svo stöddu þarf bara að skoða þetta og það er aðeins flóknara en svo. Það þarf að leita í gögnum og annað. Þannig að mér finnst mjög erfitt að ég var að fara að taka akkurat afstöðu til þess núna en vissulega finnst mér þurfa að skoða málið. Fleiri sem vilja taka til máls? Þuríður? Oddviti og sveitarstjórn, ég er ekki tilbúin á þessu tíma til þess að ákveða þetta. En við ræddum þetta í byggðaráði og komumst að því að þyrfti að skoða eignarhaldið. Þetta er flókið, það þarf að leita á skjalasafninu eftir gömlum gögnum og já, ég held ég bara kjósa á móti. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Oddviti, ágætu fundarmenn. Eins og segir í greinagerðinni með fjárhagsáætluninni þá á að fara á stað þessi vinna að greina eignarhaldið á félagsheimilunum. Eina sem þessi tillaga í raun og veru gengur út á er að þegar eignarhaldið liggur fyrir þá segir að unnið verði að því að selja eða bjóða út reksturinn. Þannig að þetta liggi þá í raun og veru ljóst fyrir hvort sem að tillagan fær brautagengi núna sem mér sýnist að hún geri ekki, að þá einfaldlega bara verður hún lögð fram aftur þegar þetta liggur fyrir. Þannig að ég ætla raun og veru bara að draga hana tilbaka og við þurfum ekkert að greiða atkvæði um hana en við munum þá bara ræða þetta betur þegar þetta er skýrt seinna á árinu eða á næsta ári. Takk. Þá er tillagan verið dregið tilbaka en svo ég segi mína skoðun þá hefði ég líka setið hjá því að ég hef svo sem ekki bara mótað mér afstöðu varðandi þetta atriði. En þetta verður þá til umræðu þegar þessi vinna þegar henni er lokið á næsta ári og kemur þá bara inn í vinnuna þá. En þá er hinn tillagan sem frá Einari Jóni, sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir að jörðin Sælingsdalstunga verði sett á sölu. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Ragnheiður? Oddviti og sveitarstjórn, þarf ekki eitthvað að skoða betur með Kaldavatnið og Sælingsdalstungu áður heldur en við förum í að setja Sælingsdalstungu á sölu? Fleiri sem vilja taka til máls? Sigríður? Oddviti, fundarmenn. Ég hef svo sem sagt það áður að
mér finnst alveg þurfa að skoða það hvort það eigi að selja Sælingsdalstungu og að sveitarfélagið eigi nú kannski ekki að vera með fullt af eignum sem að kannski væri betur borgið í höndum annarra. En það með þetta eins og annað, mér finnst bara þurfa að vinna forvinnuna fyrst og ég vil bara sjá hvað kemur út úr því og eins og Ragnheiður tók fram með kaldavatnið og þarna er leigusamningur og eitt og annað sem mér finnst bara þurfa að skoða fyrst. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka þeim máls? Svo ég segi allavega mína afstöðu, þá myndi ég vilja skoða málið aðeins betur. Það eru svona ýmis landskipti sem þarf að skoða betur, þannig að ég allavega er móttallið því að jörðin sé sett á sölu en þeir eru búið að vinna þessa undirbúningsvinnu sem ég tel að þurfa að gera, sem snýr af vatnsverndarsvæðinu og kannski skilgreiningu lóða eða skilgreining svæða betur, þá væri ég kannski opinn fyrir því að setja þær eignir á sölu. En orðið er laust. Þuríður? Oddviti fundamenn, við ræddum þetta líka í byggðarráði og okkur fannst við ekki vera að geta sett á sölu fyrir við værum búin að athuga með kaldavatni sem við erum öll að nota hérna í Búðardal og fleiri stöðum og svo leigusamningnum og það bara skoða þetta miklu betur áður en við tökum einhverjar ákvarðanir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá Einar. Oddviti, ágætu fundamenn. Ég ætla kannski að byrja á því bara að þakka fyrir allavega þessar umræður þessa tillögu. Það er ekki oft sem að nánast allir við borðið taka til máls undir einhverjum liðum. Ég held að gott að blessa að þurfa að skoða eitthvað og kannski hefði ég betur orðað tillöguna aðeins öðruvísi eins og var kannski með fleiri liði í þessum dagskrálið í greinargerðinu undir annað að það yrði unnið að því eins og þetta var orðað í bæði í fyrra og svo núna. Ég er svolítið sammála Sigríði að við þurfum að losa okkur við eignir og auðvitað erum við búin að vera að reyna það á þessu ári og þannig er svolítið til sölu en ég ætla þá að raunin að gera bara það sama og ég gerði áðan. Ég ætla að draga þessa tillögu líka tilbaka en ég geri þá ráð fyrir því fyrst þetta er búið að fá ákveðna umfjöllun inn í byggðarráði að það verði þá sett á stað einhver vinna í því sem að þessir byggðarráðsfulltrúar hafa talað hér að það verði sett vinna á stað varðandi kaldavatnið og þennan leigusamning og ýmislegt. Þannig að sé þá að taka þetta til umræðu fljótlega á nýju ári af einhverju alvöru að selja þessa eign Dalabyggðar. Takk. Þá tökum við til afgreiðslu breytingatillögur byggðarráðs. Þeir sem eru samþykkir breytingatillögum byggðarráðs við fjárhagsáætlun gefið merki. Það eru samþykktar samhljóða og þá er bara greinargerð og tillaga fjárhagsáætlun fyrir 2020-2023 í heild sinni. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næsta dagskrármál númer 4, það er fjárhagsáætlun 2019. Það er viðauki 6. Ætlar þú að gera grein fyrir honum, Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Já, þetta er viðauki 6 á þessu ári og langar að segja frá því gamans að ég var í svokallari stjórnsýslu endurskoðun sem að fer fram á hverju ári þar sem að ég hitti lögmann endurskoðunarfyrirtækisins og það er farið yfir langan lista yfir svona atriði sem að þarf að sem að er spurt og ég sagði að mér finnst að það verður komin 6 viðaukar væri nú kannski svolítið mikið og þá sagði hún hafði engar áhyggjur af því, ég veit dæmi alltaf 100 þannig að við þurfum ekki að
hafa, það er áhyggjur af því. En þessi viðauki hann snýr að húsnæðis sjálfseignarstofnuninni Bakkahvammi, sem er heiti sem við þurfum að hafa núna, ekki Hvammar sem hafa uppalega tillagan, en við þurfum að breyta þessu í heitunni í Bakkahvamm. Og hún snýr að því, viðaukinn snýr að því að það voru 6 milljónir sem að Dalabyggð fékk samkvæmt viljayfirlýsingu sem var undirrituð hérna í byrjun nóvember af mér og félags- og barnamálaráðherra 6 milljónir sem að við fengum. Og sveitarfélagið fær þessa greiðslu en viðaukinn gengur út á það að það sé hægt að yfirfæra þessar 6 milljónir til húsnæðis sjálfseignarstofnunarinnar sem er búin að festa kaup á íbúðum sem eru núna í byggingu. Nú til viðbótar þá langar mig að með leyfi oddvita að taka það núna að gera breytingatillögu við þennan viðauka vegna þess að við höfum ekki, það er ekki ennþá búið að ljúka skráningu Bakkahvamms meðal annars út af þessu nafni, en þá höfum við ekki fengið greitt stofnframlög, þannig að okkur vantar fjármagn inn í húsnæðis sjálfseignarstofnunina til þess að greiða kostnað sem að þegar er komin, og Dalabyggð er þegar búin að greiða 19 milljónir, hluti af því er reyndar stofnframlag sem að við hvort áttum að greiða inn í stofnunina. En það liggur fyrir að ef að ekki næst að ganga frá skráningunni núna í þessari viku eða þá bara strax eftir helgina, að þá er greiðsla upp á 5,5 milljón sem að þarf að inna af hendi. Þannig að það er tillaga að til viðbótar við þennan viðauka þessar 6 milljónir sem að við vonandi fáum greitt innan tíðar, að þá verði Dalabyggð heimilt að lána félaginu eða aðalsjóði verði heimilt að lána húsnæðis sjálfseignarstofnuninni 5,5 milljón yfir þennan tíma sem að raunverulega er að brúa þetta bil þangað til að greiðslu berast og þá til lántökum líkur sem að ætti nú að geta gengið eftir fljótlega í janúar. Vilja taka til máls þessa tillögu og breytingatillögu við viðaukann. Það veður sér engin hljóðs. Þeir sem eru bara samþykkir þá þessum viðauka með þeirri breyting. Nei, gera það rétt. Og tökum fyrst til afgreiðslu breytingatillöguna. Þeir sem eru samþykkir breytingatillögunni sem Kristján lagði til að aðalsjóði verði heimilt að lána sjálfseignarstofnuninni 5,5 milljón gefumerki. Hún er samþykkt samhliða og þá er viðaukinn í heild sinni og með ásamt breytingatillögunni. Þeir sem eru samþykkir honum gefumerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst mál nr. 5, það er Blönduhlíð umsókn vegsvæði. Þetta er mál frá umhverfis- og skipulagsnefnd. Það sem er að sækja stofnun og vegsvæði vegna uppbyggingar Snæfellsvegar Skógarströnd, og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að umsóknin verði samþykkt. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst mál nr. 6, það er Búðstaðir. Það er umsókn og vegsvæði. Þetta er í raun og veru mál af sama toga við afgreiddum hér áðan, og umhverfis- og skipulagsnefnd hefur lagt til við sveitarstjórn að umsóknin verði samþykkt. Einhverju sem vilja ræða þetta sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefa merki.
hún er samþykkt samhljóða. Og mál nr. 7, það er Ketilsstaðir umsókn vegsvæði. Það er mál sem líka sama toga og málin 2 sem afgreiddum hér á undan. Og einhverju sem vil ræða þessu umsóknum stofnun vegsvæðis í landi Ketilsstaða sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá mál nr. 8, það er miðbraut 15, það er breyting á notkun hús. En D9 óskaði eftir því að breyta notkun húsins og skrifstofuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. Og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn að erindi verði samþykkt með fyrirvara að húsnæðið uppfylli skilyrði byggingarreglugerðar íbúðarhúsnæði. Einhverjir vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir tillögunni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóðum. Þá er næst mál nr. 9, það er umsókn byggingarleyfi. Það er breyting Dalakoti í Hörðudal. Það var sótt breyting á notkun núverandi íbúðarhús í Dalakoti. Svæðið er ekki deiliskipulagt og það fór því fram grenndarkynning á breytingunni. Og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að sveitarstjórn að erindið verði samþykkt. Grenndarkynning vegna breyttrar notkunar fór fram og engar athugasemdir voru gerðar. Einhverjir vil ræða þessa tillögu sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er mál nr. 10, það er umsókn breyting á notkun sumarhús íbúðarhús, það er Bergstaðir í Haukadal. Þetta er mál af sama toga og varðandi Dalakot og það sem á að breyta húsi og grenndarkynning hefur farið fram og það voru ekki gerðar neinar athugasemdir. Einhverjir vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir tillögunni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá mál nr. 11, það er skógrækt á jörðinni Hóli í Hvammsveit. Þetta er úr fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar og þannig liggur fyrir umsókn framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt. Og umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að ákvörðun máli verði frestað þar til mótuð þau verið stefna hjá sveitarfélaginu varðandi notkun á landi tengt landbúnaði samfara nýju aðalskipulagi en vinna við endurskoðun þess hefst fljótlega í byrjun næsta árs. Einhverjir vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Einar? Háttvirti, ágætu fundarmenn, það er semst lagt til við okkur núna að samþykkja þessa bókun umhverfis- og skipulagsnefndar og eftir því sem ég kemst næst þá er þetta mál búið að vera, held ég fyrst, það er allavega voru 2 ár síðan að kom einhver beiðni frá þessum stað og eflaust er þetta bara tími sem þarf til þess að vinna svona mál og mikið af þessu virðist stranda á minjavernd. Ég gerir mér ekki alveg grein fyrir hvort að eitthvað af þeirri vinnu eigi heima bara einfallega hjá sveitarfélaginu. Ég hreinlega veit það ekki. Ég verð að segja fyrir mitt leyti þá finnst mér ég mun ekki geta samþykkt þessa afgreiðslu umhverfis- og skipulagsnefndar og því mér finnst þetta bara einfallega ekki falla undir að það þurfa að fresta þessari ákvörðun. Og það sem ég hef kynnt mér í fundargerðum sveitarfélagsins nokkur ár aftur í tímann þá hefur þetta allavega verið afgreitt það verður þá bara að leiðrétta mig ef ég hef skilið þetta vitlaust en það er ekki eins afgreitt mál svona framkvæmdaleyfi og ég fann að minnsta kosti 3 dæmi að það sem hefur verið samþykkt með leyfi oddvita viðbótarsvæði undir skógrækt í landi Oddsstaða. Þar hljómar bókun umhverfis- og skipulagsnefndar svona umhverfis- og skipulagsnefnd veitir framkvæmdaleyfi fyrir skógræktinni með fyrirvara samþykki eiganda aðliggjandi jarða og minjastofnunar. Ekkert annað, ekkert vísað í þetta eins og vísað í þessu sem við erum að tala um núna. Annað svona mál í landi Bíltóls, þar samskonar samþykkt. Nefndin gerir ekki athugasemdir við að skógræktarsamningur verði undirritaður að því tilskilið að fyrirliggi samþykki eigandi aðliggjandi jarða og umsögn minjastofnunar. Þarna verið að tala um undirritun á skógræktarsamningnum. Svo enn eitt dæmi, það í Hundadal og þar þetta samþykkt nánast eins. Og ef maður kynnir sér aðeins gögnin eins og í þessu máli þá það voru skógræktarráðgjafar sem mæla með því að það verði gerður samningur á Hóli í Hvammsveit
Það fylgir þessu ítarleg greinagerð. Skipulagsfulltrúinn okkar búinn að taka þetta út. Hann sem sagt tekur undir með umhverfis- og skipulagsnefnd og segir að það eigi að bíða. Það kemur fram í umsókninni að á fyrirhuguðu samningssvæði sem sagt séu ekki friðlýst svæði, landið sé ekki á náttúruminjaskrá og engar friðlýstar minjar séu skráðarna. Það vöknuðu nokkrar spurningar hjá mér þegar ég fór að skoða þetta. Fyrsta lagi, ég veit að stefnumótunarvinnan að fara í gang samhliða þessu aðalskipulagsvinnu. Hvað með aðra vinnu í sveitum? Þarf sérstakt leyfi til þess að ég leitaði og ég fann hvergi svoleiðis. Þarf til dæmis sérstakt leyfi til þess að rækta upp land, sem sagt grafa skurði og ræsa fram tún. Og ég veit að þarf eflaust svoleiðis leyfi, það allavega hefur verið lítið það hérna undanfarið. Það mikil umræða í samfélaginu skógrækt og líka það að endurvinna, fá votlendi aftur og fylla skurði og svo framvegis. Fyrir mér eru báðar þessar framkvæmdir afturkræfar. Og kannski bara hugsa ég þetta öðruvísi en þið og ég til dæmis sé ekkert að því að skógrækt sé leyfð í frjósumu landi líka. Landi sem myndi þá henta jafnvel til túnræktar. Það bara mín skoðun. Það sem ég aðalega að spá í að þetta fái sams konar afgreiðslu. Og þetta virðist, eins og ég skil þetta, stranda á þessu hjá minjavernd. En mér finnst alveg eðlilegt að þetta verkefni fái raunir bara sömu afgreiðslu eins og hin verkefnin. Og mér finnst bara að þau þurfum að, það þarf að gæta ákveðins jafnræðis í þessu og líka kannski að taka inn í að skógrækt svona eftir, ég held að séu rúmlega, ég reyndi að fara yfir og spurði aðeins fyrir, það séu rúmlega 20 lögbýli í Dalabyggð þar sem einhver skógrækt stunduð. Og vonandi þetta eitthvað sem mun bara aukast. Takk fyrir. Ég ætla aðeins að fá að svara bara Einar Jóni. Þetta allt saman rétt sem þú segir varðandi þessar afgreiðslur. Afgreiðslurnar sem þú vísar í eru held ég allar frá síðasta kjörtímabili þegar ég sat í umhverfis- og skipulagsnefnd. Og umræðan í nefndinni allavega þegar meðan ég sat þar, hún snerist það að þetta væri atriði sem þyrfti að skoða við gerð aðalskipulags. Aðalskipulag eitthvað sem aðalskipulag Dalabyggðar sem í gildi núna, það rann út árið 2016. Og í upphafi síðasta kjörtímabils árið 2014 þá átti að farast að vinna við nýtt aðalskipulag. Þeirri vinnu var í raun og veru frestað af því að það var farið í það að vinna svæðisskipulag fyrir Dalabyggð, Reykhólahreppi og Strandabyggð í sameiningu. Þeirri vinnu lauk síðan rétt fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í fyrra og við erum í raun og veru svolítið að byrja að taka upp boltann með áframhaldandi samstarf á þessu svæðisskipulagi. Og það hefur legið fyrir að við ætlum að fara að vinna nýtt aðalskipulag og meðal annars verða niðurstöður eða voru opnaði niðurstöður í Örútbúð eins og kemur fram hér á eftir undir öðrum dagskrárlið. Og sú vinna á að fara á stað í janúar á næsta ári og í útboðsgögnunum skilyrt að þessi mál sem snúa að landnotkun, þau verði tekin fyrst fyrir og þau liggi fyrir til afgreiðslu hér í sveitarstjórn fyrir loka apríl 2020. Þannig að sé þá hægt að afgreiða allar þessar skógræktar umsóknir sem hafa komið og hefur verið frestað, sem hefur raun og verið stefna umhverfis- og skipulagsnefndar síðasta árið að fresta þessum málum á þessum grunni. En orðið laust þessa tillögu. Ragnheiður. Oddviti og sveitarstjórnarfólk. Við í umhverfis- og skipulagsnefnd, við höfum afgreitt þetta þannig að skógrækt í landbúnaðar nýtanlegu landi, eða semst ræktunarlandi, við viljum geyma það þangað til að aðalskipulagsvinna fer fram og þetta mál í forgangi eins og Eyjólfur segir. Annað sem við höfum afgreitt, það hefur verið í svona
grýttum hlíðum og ekki ræktanlegt land. Þar liggur munurinn á því hvað við höfum samþykkt og hvað við höfum viljað bíða með. Síðan með skurði, nýgröftur skurða leyfisskyldur og að moka ofan í skurði líka leyfisskylt. Það bara, svona þetta bara. Fleiri sem vilja taka til máls? Einar? Oddviti, ágætu fundarmenn, bara til þess að hafa þetta rétt, þess að 2 af þessum málum sem ég taldi upp áðan eru sem sagt á þessu kjörtímabili, þar sem þetta verið afgreitt svona. Ragnheiður útskýrir það sem sagt að þau hafi raunur samþykkt umsóknir þar sem að hefur verið talið verra land eða sem sagt ekki hægt að nýta í sem sagt væntanlega þá til túnræktar eða eitthvað svoleiðis, það hefur verið samþykkt svoleiðis. Ég veit ekki, kannski hugsa ég þetta bara öðruvísi að því að sko, hér náttúrulega blómleg byggð og við erum landbúnaðar hérað, en það eru líka fullt af jörðum hér þar sem ekki byggð. Og þetta eitthvað sem maður myndi halda að væri kjörið, sérstaklega inn á þessar jarðir. Þarna að koma jafnvel nýtt fólk, það kannski hefur ekki lögheimili hérna, en það þó eitthvað að svoleiðis sé jafnvel að breytast. Menn hafa verið að skrá fyrstar jafnvel sem sumarhús og svo breyta þessu yfir í íbúðarhús. Mín reynsla nú, það sem litla sem ég hef kynnt mér að það fylgir þessu nú yfirleitt töluvert fjármagn líka að þegar menn byrja í þessu. Ég held að kannski maður þurfi líka að horfast í augu við það að þó að einhver aðalskipulagsvinna fari og segja að þarna sé mögulega á einhverju svæði, til dæmis í þessu tilfelli á Hóli í Hvammsveit, hægt að rækta upp einhver tún. Það ekki bara landeigandanna sjálfra að ákveða? Þeir ætla að fara í skógrækt sem viðurkennd atvinnugrein innan landbúnaðar og á alveg sama rétt á sér eins og hver önnur. Og ég bara kannski leiðilegt hvað þetta hefur dregist. Oddviti útskýrði reyndar áðan að það verði alltaf verið að bíða eftir þessu. Ég held bara að menn verði að gæta samræmis í þessu. Þó þeir séu að afgreiða eitthvað annað, þá samt ekki, það allavega ekkert í gögnunum sem segir að það sé búið að taka út þá þessar nýju umsóknir. Það bara sótt að bæta við einhverju. Það allavega fylgir ekki gögnunum sem ég fann. Ég held að og sjálfsagt verður það spennandi að sjá þá í apríl þegar að vonandi þessi vinna verði búin. Mér finnst bara leiðilegt að því þegar maður skoða fundargerðirnar aftur í tímann að þá þetta sömu málin sem að dúkka upp aftur og aftur frá sömu aðilunum og alltaf bara frestað og frestað þegar að en eins og ég segi, ég sé þetta bara ekki eins og þið og ég vil miklu frekar að þessi aðili sem búin að leggja mikla vinnu í þetta og skilar ítarlegri greinargerð með sinni vinnu, hann fái bara í rauninu sama svar eins og hinnir. Hann þarf að gangast undir það, hann þarf að fá samþykki frá aðliggjandi jörðum og minjastofnun og það væntanlega tekur töluverðan tíma og ég svo sem kannski á eftir að kynna mér það betur hvort sú vinna liggi að einhverju leyti hjá okkur, hjá Dalabyggð. Ég get ekki svara því. En mér langar að leggja fram tillögu sem hljóða bara eins og afgreiðslur umhverfis- og skipulagsnefndar hafa gert með önnur mál, þó að hér liggi nokkrir hektarar á landi sem menn telja að sé hæft til meiri ræktunar, en væri þá ekki einfaldlega bara betri skógrækt á því landi. Ég vil að ég leggja fram þessa tillögu Sveitarstjórn Dalabyggðar samþykkir framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt á jörðinni Hóli í Hvammsveit með fyrirvara samþykki eiganda aðliggjandi jarða og minjastofnunar. Takk fyrir Einar. Ég ætla að
því held ég viti nú svarið við þessu varðandi minjastofnun, það leikur ekkert hjá sveitarfélaginu. Samþykki minjastofnunar snýr að því að það þarf að fara fram fornleifa skráning á framkvæmdasvæði og það er kostnaður sem viðkomandi landeigandi þarf að greiða. Og einhver verkefni hafa fallið út á grunni þess kostnaðs. En við höfum hérna tillöguna frá Einar Jóni. Ég ætla bara að gera alveg grein fyrir því hvernig ég mun greiða atkvæði hana. Ég mun greiða atkvæði gegn henni því að ég vil bíða eftir þessari vinnu, þannig við höfum mótað stefnu í aðalskipulagi og getum þá svarað öllum erindum sem koma inn á sama hátt. En orðið er laust tillöguna. Einhverju sem vilja taka til máls? Anna? Oddviti og aðrir fundargestir, ég er bara alveg sammála Eyjólfi og svo vil ég bara alls ekki grípa fram fyrir hendurnar á umhverfis- og skipulagsnefnd. Þetta er bara stefna sem þau eru búin að setja sér og sjálf hef ég verið varamaður þarna inn í þessari nefnd, þannig ég þekki málið aðeins og veit hvernig það er að vinna þetta og þú veist, það er mjög stutt í apríl og við bara bíðum þangað til, þannig ég mun hafna þessari tillögu hans Einars. Fleiri sem vilja taka til máls? Það kveður sér engin hljóðs, þá ber ég hér upp tillögu Einars Jóns. Það er sveitarstjórn Dalabyggðar samþykki framkvæmdaleyfi fyrir skógrækt á jörðinni Hóli í Hvammsvík með fyrirvara samþykki eiganda aðliggjandi jarðar og minjastofnunar. Þeir sem eru samþykki tillögunni gefið merki. Þeir sem eru á móti. Einhverju sitja hjá. Tillagan er felld með 5 atkvæðum gegn 1 og 1 situr hjá. Þá ber ég upp tillöguna sem er frá umhverfis- og skipulagsnefnd. Þeir sem eru samþykki þeirri tillögu gefið merki. Hún er einhverju á móti. Hún situr hjá Einar. Hún er samþykkt með 6 atkvæðum og 1 situr hjá. Þá er búin að rétta fundarritara tillöguna. Þá er næst mál nr. 12, það er sumarhús á Reynikeldu 2 á Skarðströnd og þetta er frá umhverfis- og skipulagsnefnd. Þannig er umsókn um byggingarleyfi fyrir sumarhús á Reynikeldu 2 og nefndin leggur til við sveitarstjórn að erindi verði samþykkt með fyrirvara að öll gögn og leyfi liggi fyrir í málinu áður en framkvæmdir hefjast. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er mál nr. 13, það er Iðjubraut 2, það er umsókn um byggingarleyfi. En Rarik OHF sækir að setja upp einingahús á lóð Rarik að Iðjubraut 2 og umhverfis- og skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við erindið. Einhverju sem vilja ræða þetta sérstaklega? Guðs er engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir tillögunni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er mál nr. 14, það er veiðihús í Ytrafellslandi. Það er óskum niður í veiðihús í Ytrafellslandi. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkir erindið gegn skriflegu samþykki landeiganda. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu umhverfis- og skipulagsnefndar gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst mál nr. 15, það er skoðun og sameiginlegu mötuneyti Silfutúns og Auðarskóla. Þetta er mál sem kemur frá 28. fundi stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilis Silfutúns. Einhverju vilja ræða þessa tillögu? Pálmi? Oddviti ágætu fundarmenn, ég held að ég víki að fundi ef þessum lið. Pálmi víkur á fundi. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Ragnheiður? Oddviti og fundarmenn, ég ætla bara að segja frá því að mánaðamóti maí-júní þá rennur út samningur mötuneytið á Silfutúni og þessi hugmynd er sprottin út frá umræðu þarum. Og hugmyndin er ef við gætum hugsanlega verið með mötuneyti sem að væri fyrir Auðarskóla, þá grunnskóla, leikskóla og dvalarheimili, hvort við myndum ná einhverja hagræðingu og við erum bara að tala um að þetta verði skoðað, ekki ákveða hvað verður. Takk.
Fleiri sem vilja taka til máls? Þurður? Oddviti og fundamenn. Það einhver ár síðan þetta var reynt og það kannski bara gaman að vita hvað var sem fór úrskeiðist á. Bara taka það til hliðsjónar og hvað það var sem að stoppa þetta. Þetta voru nokkri mánuðir, svo bara hætti þetta. Bara að finna út úr því. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnheiður? Bara bæta smá við, auðvitað þarf að skoða hvað var sem að gerði að það gekk ekki upp en þetta er eitthvað sem er verið að gera all land, að það er verið að elda í einu eldhúsi fyrir miklu fleiri staði heldur en við erum að ræðum hérna og virðist ganga vel upp og gera góða hagræðingu. Við þurfum bara að skoða hvað við getum gert hér. Fleiri sem vilja taka til máls? Við þessar engi hljóðs, þá er hér bara tillaga að skoðar verið möguleikar á einu mötuneyti fyrir Silfurtún og Auðaskóla. Þess vegna samþykja þeirri tillögu og gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þú mátt koma aftur inn á fund, Pálmi. Þá er næst mál nr. 16. Það er styrkur vegna tónlistarnáms utan sveitarfélaga en þetta er mál sem flokkast sem trúnaðarmál og við munum taka umræður það í lok fundar þegar upptaka hefur verið stoppuð. Þannig að málið frestast þar til lok fundar. Þá er næsta dagskrá mál nr. 17, það er skólastefna Dalabyggðar. En þetta kemur frá fræðslunefnd og sem fundaði 4. desember síðastliðinn. Og fræðslunefnd hefur samþykkt skólastefnu 2019-2022 og leggur hana fyrir sveitarstjórn. Einhverju sem vilja ræða skólastefnuna sérstaklega. Sigríður. Oddviti, fundamenn, mér langaði bara svona aðeins að stikla á stóru þessa vinnu. En við ákveðum sem sagt síðasta haust að fara að skoða skólastefnu. Í megindráttum er hún svipuð, en það sem okkur fannst kannski vanta var svona inngangur og hvernig eftirfylgni ætti að vera háttað og eins framkvæmda áætlun. Náttúrulega margt í skólastefnu er náttúrulega bara bundið í lög og reglur og ýmislegt svona hvað bara varða vinnurými og hvernig aðstæðan á að vera og við reyndum svona að setja niður þá í framkvæmda áætlun hvernig og hvenær væri og hvað þyrfti að gera sem við svo gerðum og í sumar var hún svo sett út og auglýst eftir athugasemdum og við byrjum síðan aftur í haust og erum núna tilbúin og mér fannst svona með framkvæmda áætluninu reyndum við að setja fram að þessi markmið væri svolítið svona skýr og mælanleg og við gætum þá tekið hann upp á hverju ári og séð hvernig hefur til tekist og hvort það þurfa að bregðast við með einhverju. Þannig að ég vildi bara svona aðeins segja ykkur frá vinnunni. Fleiri sem vilja taka til máls skólastefnuna? Það kveður sér engi hljóðs, þeir sem eru samþykki skólastefnunni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst mál nr. 18, það er starfsáætlun Auðaskóla. Og þetta er kynning á starfsáætlun Auðaskóla. Þetta kemur frá þarna fræðslunefnd. Einhverju sem vilja ræða hana sérstaklega? Sigríður? Kristján? Oddviti sveitarstjórnarfulltrúar, ég ætla ekki að ræða stefnuna efnislega, ég vildi bara benda á að undir þessum lið, það var ákveðið flækjustuð að setja upp dagskrána, að þetta er eiginlega bæði mál til kynningar og til ákvörðunar, það er að segja kynning, starfsáætlun Auðaskóla sem slík hefði verið til kynningar, en hins vegar er hér tillaga frá eða ábending tillaga frá fræðslunefnd starfsmanna og skólaaksturstefnur sem er aftur á móti eitthvað sem að sveitarstjórn þarf að ræða og taka afstöðu til. Sigríður? Oddviti, fundamenn, ég ætlaði svo sem ekki að hafa mörg orð þetta en við höfum farið yfir innra mat á haustinn
og það þyrfti að skoða þá einmitt já skólaakstursreglurnar og kannski sérstaklega starfsmannastefnuna sem frá 2010 og þyrfti kannski að fara að skoða hvort það þyrfti ekki eitthvað að uppfæra, náttúrulega kjarasamningar og ýmislegt búið að breytast og þannig svona bara fara yfir hvort hún sé nú ekki örugglega í takt við tímann. Fleiri sem vilja taka til máls? Hver sem fengi hljóðs þá þetta Þetta kynningar starfsáætlun eða skóla en sveitarstjórn þarf þá að samþykkja tillögu að uppfæra starfsmanna og skólaakstursstefnu Dalabyggðar. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir því að þessar stefnur verði uppfærðar, gefið merki. Sú tillaga samþykkt samhliða. Þá næst mál númer 19, það málefni Byggðasafns Dalamanna. Það Byggðasafn Dalamanna Staðarfell. En það erindi frá menningarmálanefnd að Staðarfell verði skoðað sem framtíðar húsnæði fyrir Byggðasafn Dalamanna. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Einar? Ágætu fundarmenn. Það greinilegt að menningarmálanefnd búin að leggja mikla vinnu í þetta og það ber að þakka þeim fyrir það. Og hún leggur sér til að sveitarstjórn leiti eftir formlegum viðræðum við ríkið að Dalabyggð fái eignirnar á Staðarfelli til fullra umræða til langs tíma. Mér finnst þetta mörguleyti svona athyglisverð hugmynd og nálgun á þessu verkefni að finna Byggðasafninu framtíðar húsnæði. Mín skoðun samt sú að ef að sveitarfélagið á að fara að taka yfir rekstur á fleiri fasteignum á sama tíma við erum að reyna að losna við fasteignir, þá þurfum við allavega töluvert meira að koma frá ríkinu heldur en bara umráð yfir þessum eignum. Og mér finnst að við ættum að skoða þetta með opnum hug ef að þessar viðræður leiða slíkt í ljós. Að það fylgi þessu þá einhverjir peningar í einhver x mörg ár, að þá getum við skoða þetta því að við verðum samt bara að horfast í augu við það að þetta ekki nýjar fasteignir, þetta krefst viðhalds og það þurfa að fylgja þessu töluverðir peningar. Ég set líka ákveðin spurningamerki við staðsetninguna að setja Byggðasafnið sem slíkt þarna. Ég hefði frekar vilja hafa það einhvers staðar það sem keyrt í gegnum sveitarfélagið. Aftur á móti menningarsetur eins og ég skil þetta að þarna sé þetta bjóða upp á einhverjar vinnustofur og annað slíkt, þá kannski hvergi eins vel heima eins og þarna. En aftur á móti spurning hvort að sveitarfélagið hafi tök eða burði til þess að standa í þessu. En ég mun allavega samþykkja að við könnum hvað við komumst áfram með ríkið með þetta mál. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Ragnheiður? Oddviti og sveitarstjórnar fólk. Mér finnst þetta ákaflega vel staðsett þegar við hugsum Hringveg 2 sem að verður örugglega heilmikill ferðamannastraumur Byggðasafn vil ég helst sjá sem einhvers konar sjálfseignarstofnun eða eitthvað þess háttar í framtíðinni. Þannig að ef heldur þegar við sameinumst öðrum sveitarfélögum að það sé enginn að fara að taka þetta af okkur. Þetta verði hérna í Dalabyggð og verði ekki færanlegt annað af því að þetta sé bara sjálfseignarstofnun en ekki sveitarfélagsins. Við finnst við bara svona að hafa á bak veirað. Takk. Kristján? Oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég vildi bara upplýsa það sem kannski hluta til, það er tvennt sem er bæntalega bak við þetta erindi að það kemur frá menningarmálanefnd núna. Í fyrsta lagi var mjög áhugaverður og skemmtilegur hugarfljótsfundur sem var daginn framtíð Byggðasafnsins og í öðru lagi sem að ég
greindi bæði safnverði og formanni nefndarinnar frá að þá staðan svo með húsnæði á Staðarfelli að ég hef verið í sambandi við fjármálaráðuneyti sem fer með ríkiseignirnar og heyrði frá þeim nýverið að það stæði til að setja eignirnar á Staðarfelli aftur í sölu núna áramótin. Þannig að þá og það fylgdi fyrirspurn hvort að sveitarfélagið hefði einhvern hug á að skoða eignirnar. Þannig að það þá akkurat, ef að þetta tillaga menningarmálanefndar verður samþykkt, þá það akkurat tímapunkturinn núna til þess að fara í þessa skoðun áður en þetta eignirnar fara í sölu aftur. Fleiri sem vilja taka til máls? Mér finnst þessi hugmynd, svo ég taki sjálfur aðeins til máls, bara allra athyglisverð og ég tel byggðasafnið eða menningarsetur vel fallið þarna út á Staðarfelli. Sérstaklega bara í ljósi þess að verði hringvegur 2 að veruleika þá eru það alveg skyldur sveitarfélagsins að ýta undir einhver atvinnustarfsemi á þeirri leið til þess að verði þá önnur uppbygging á því svæði líka. Og það er bara nú þegar orðin þörf á svona stað á þessu svæði, sérstaklega hvað varðar salefni. En ég tek líka einnig undir með Ragnheiði að fari Dalabyggð inn í sameiningarviðræður við annað sveitarfélag eða eitthvað slíkt sem er handan við hornið miðað við það sem stjórnvöld hafa boðað, þá þarf að setja svona menningarsetur sem hýsir byggðasafnið og fleiri hluti í sjálfseignarstofnun þannig að umráðavaldið yfir því verði heima í héraði. En ég ber þá hér upp tillögu sem kemur frá menningarmálanefnd að sveitarstjórn Dalabyggðar mun leita eftir formlegum viðræðum við ríkið að Dalabyggð fái eignirnar á Staðarfelli til fullra umráða til langs tíma með það markmið að koma þar upp menningarsetri Dalasýslu sem meðal annars myndi hýsa byggðasafn Dalamanna og eftir hentugleikum skjalasafn og annað sem fallið getur með þeirri starfsemi. Ég vil ræða þessa tillögu. Svo ekki, þeir sem eru samþykkir henni, gefið merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá næst mál nr. 20, það er breyting á samþykktum Dalabyggðar vegna lagabreytingar. Samband íslenskra sveitarfélaga hvetur öll sveitarfélög þar sem við á að laga samþykktir sínar í samræmi við ákvæði laga og reglugerða mat á umhverfisáhrifum. Einhver sem vilja ræða þetta? Kristján? Já, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það þetta erindi hér kom frá, eins og þarna kemur fram í inngangi, frá Samband íslenskra sveitarfélaga. Það hafa orðið breytingar á lögum mat á umhverfisáhrifum sem þýðir það að það þarf að breyta verkaskiptingu í nefnda, það er að segja það þarf að fela nefnd innan sveitarfélagsins ákvörðunarvald í þeim framkvæmdum sem að sveitarfélagið stendur fyrir. Það er að segja, ef að framkvæmdir sveitarfélag stendur fyrir og það er að meta það umhverfisáhrif þeirra, þá kemur það mat ekki inn til sveitarstjórnar, heldur afgreitt í nefnd ef að miða við þessi lög. Ég held reyndar að það sé þessi vinna þarf að fara í gang og það þarf að ákveða hvar hún á að liggja, hvort að það er byggðaráð sem fær það hlutverk að vinna þá að þessum breytingum sem síðan þurfa þá að koma hér inn í sveitarstjórn og allar breytingar á samþykktum þurfa að fara í gegnum 2 umræður eins og fjárhagsáætlun og ársreikningur. En það er þá kannski ástæða til þess að skoða líka samþykktanir heild því að þær voru jú endurskoðar, þær verða komin 2 ár síðan sem svo sem ekki langur tími síðan nýjar samþykktir voru staðfestar en það kunna alltaf að vera fleiri atriði sem að menn vilja slípa til og fyrst að það þarf að gera breytingu frá lögunum þá myndi ég telja æskilegt að það veri skoðað víðar og ég að legg til að þessu verði vísað til
byggðarás og því verði falið að vinna að gera sér tillögur breytingar bæði í sambandi við þetta og mögulega annað. Fleiri sem vilja taka til máls? Guðsson ekki hljóðstæðleiku þá hér fyrir tillaga að byggðarráð hef í vinnu við breytingar á samþykktum Dalabyggðar sem eru samþykkir fyrir tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá eru hér mál til umsagnar eða mál frá Alþingi til umsagnar. Það eru hér nokkuð mál sem að liggja fyrir fundinum. Einhverju sem vilja ræða þetta sérstaklega. Sigríður. Oddviti, fundamenn. Mér langaði bara að tala samgönguáætlun og kannski ítreka það að við bara sendum inn einhverju umsögn svona áþekka því sem við gerðum í haust og benda á okkar bagalegu stöðu í vegamálum. Og kannski, bara svo ég segi nýja fréttir, að sjáum bara eins og í gær þegar allt lokað hvað þessi leið Skógarströnd til dæmis og Heydal mikilvæg, hvað var það flutninga á milli landshluta. Því að þar var alveg stanslaust flutningabílaumferð í gær. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Guðsson ekki hljóðs. Það þá allavega tillaga að ég vil bara felum sveitastjóra að senda inn umsóknum samgönguáætlun. Einhverjir sem vilja ræða þá tillögu. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá mál nr. 22. Það val á verktaka vegna aðalskipulagsvinnu en tilboð vegna örútboðs. Þau voru opnuð í gær 11. desember og það bárust 4 tilboð. Og það hér tillaga að Dalabyggð mun fara að tillögum ríkiskaupa og mun tilkynningum val tilboðs vera send bjóðendum í útboðskeðri stofnunar. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu sérstaklega? Það kveður sér ekki hljóðs. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá eru hér næst fundargerðir til afgreiðslu. Það fyrst fundargerð byggðarráðs nr. 237. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Kveður sér ekki hljóðs. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð byggðarráðs nr. 238. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð fræðslunefndar Dalabyggðar, fundur nr. 94. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst mál 26, það umhverfis- og skipulagsnefnd Dalabyggðar, fundur 99. Einhverju sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá mál nr. 28. Það fundargerð stjórnar dvalar- og hjúkrunarheimilis Selvogsbanka. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Guður sér engi hljóðs. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Svo fundargerð Eiríksstaðanefndar. Það fundargerð. Það fundargerð þá til kynningar, það ekki? Það fundargerð Eiríksstaðanefndar 2019. Það fundargerð Eiríksstaðanefndar frá 18. nóvember. Einhverju sem ræða þá fundargerð sérstaklega? Guður sér engi hljóðs. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá eru fundargerðir til kynningar. Það eru fundargerðir stjórnar Bakkahvams, HSES. Fyrst að þau þurftu að breyta nafninu á stofnunum. Þessar fundargerðir lagðar hér fram til kynningar. Einhver vil ræða þær. Svo þá fundargerðir stjórnar Dalaveitna sem eru lagðar fram hér til kynningar. Og fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það ein fundargerð lagð fram til kynningar. Og síðan hér til kynningar gjaldskrá Sorpurðunar Vesturlands
sem var samþykkt á stjórnarfundi sorpurðunar í gær. Og að lokum það skýrsla frá sveitarstjóra sem liggur hér lögð fram til kynningar. Þá formlegri dagskrá lokið og næsti fundur sveitarstjórnar, við erum eftir að ræða mál varðandi tónlistarmál, eftir upptöku lýkur, en næsti fundur sveitarstjórnar þá í janúar og áður en upptöku lýkur þá vil ég bara hér fyrir hönd sveitarstjórnar Dalabyggðar óska íbúum Dalabyggðar og öðrum þeim sem að kunna hér að hlusta á upptökuna. Já, ég kannski að geta þess að myndirnar hér í bakgrunni upptökunar í dag, þær eru unnar af yngra stigi á leikskóladeild Auðarskóla, eða leikskóladeildarinnar, Dvergahlíð, já, á að muna þetta, já, barn á Dvergahlíð. En ég vil síðan bara fyrir hönd sveitarstjórnar Dalabyggðar óska Dalamönnum og nærsveitungum og öðrum bara gleðilegar jólar og ánægjulegar hátíðarstundar sem nú í vændum seinni hluta desember og svo áramóta. Og næstu fundur sveitarstjórnar þá miðjan janúar. En ég slekk þá á upptökunni.